Nú safnast að Jesú farísear og nokkrir fræðimenn komnir frá Jerúsalem. Þeir sáu að sumir lærisveina hans neyttu matar með vanhelgum, það er óþvegnum höndum. En farísear og reyndar gyðingar allir eta ekki nema þeir þvoi hendur sínar og fylgja þannig erfðavenju forfeðra sinna. Og ekki neyta þeir matar þegar þeir koma frá torgi nema þeir hreinsi sig áður. Þeir fara einnig eftir mörgum öðrum fyrirmælum sem þeim hefur verið kennt, svo sem að hreinsa bikara, könnur og eyrkatla. Farísearnir og fræðimennirnir spyrja hann: hvers vegna fylgja lærisveinar þínir ekki erfðavenju forfeðranna, heldur neyta matar með vanhelgum höndum? Jesús svarar þeim: sannspár var Jesaja ykkur hræsnara, þar sem ritað er: þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig, því að þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Þið hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði Jesús við þá: listavel gerið þið að engu boðorð Guðs, svo þið getið rækt erfikenning ykkar. Móses sagði: heiðra föður þinn og móður þína, og hver sem formælir föður eða móður skal deyja. En þið segið: ef maður segir við föður sinn eða móður, það sem ég hefði átt að styrkja þig með er korban. Ég gef það til musterisins. Þá leyfið þið honum ekki framar að gera neitt fyrir föður sinn eða móður. Þannig látið þið erfikenning ykkar, sem þið fylgið, ógilda orð Guðs, og margt annað gerið þið þessu líkt. Aftur kallaði Jesús til sín mannfjöldan og sagði: heyrið mig öll og skiljið. Ekkert er það utan mannsins er sörgi hann, þótt inn í hann fari. Hitt sörgar mannin sem út frá honum fer. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar Jesús var kominn inn frá fólkinu, spurðu lærisveinar hans hann líkinguna. Og hann segir við þá: eru þið einnig svo skilningslausir? Skiljið þið ekki að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörgað hann? Því að ekki fer það inn í hjarta hans, heldur maga og út síðan í safnþróna. Þannig lýsti hann alla fæðu hreina. Og hann sagði: það sem fer út frá manninum, það sörgar mannin. Því að innanfrá, úr hjarta mannsins, koma hinar illu hugsanir: saurlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska. Allt þetta illa kemur innan að og sörgar mannin. Jesús tók sig upp þaðan og hélt til byggða Týrusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita, en eigi fékk hann döðlist. Kona ein frétti þegar af honum og kom og féll honum til fóta, en dóttir hennar hafði óhreinan anda. Konan var heiðin, ættur úr Fönikíu, sýrlensku. Hún bað Jesú að reka illa andan út af dóttur sinni. Hann sagði við hana: lofaðu börnunum að seðjast fyrst. Ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta því fyrir hundana. Hún svaraði honum: satt er það, herra, þó eta hundarnir undir borðinu af mólum barnanna. Og Jesús sagði við hana: vegna þessara orða skaltu heim snúa. Illi andinn er farinn úr dóttur þinni. Hún fór heim, fann barnið liggjandi á rúminu og illi andinn var farinn. Síðan hélt Jesús úr Týrusarbyggðum Sídon og yfir Dekapólisbyggðir miðjar til Galíleguvatns. Þá færa menn til hans daufan og málhaltan mann og biðja hann að leggja hönd sína yfir hann.
Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingrum sínum í eyru honum og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann: Effatha, það er, opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Jesús bannaði þeim að segja þetta neinum, en svo mjög sem hann bannaði þeim, því frekar sögðu þeir frá því. Menn undruðust mjög og sögðu: Allt gerir hann vel, daufa lætur hann heyra og mállausa mæla.